Góðan daginn, gott fólk og verið velkomin með okkur hér á IA TV. Örn Arnarsson heilsar ykkur hér úr Akraneshöll. Framundan síðasti æfingaleikurinn fyrir bestu deildina hjá Skagamönnum. Það engir aðrir en F-fáingar sem að koma í heimsókn undir stjórn Jóhannesar Karls Guðjónssonar. Þannig að það allsráðandi Skagastemming hér í kvöld og það búið að vera miklar breytingar sem hafa verið á þessum, sérstaklega á F-liðinu ef við bara rétt rennum aðeins yfir að samkvæmt fótbolti.net að þá eru hérna komnir Jökull Andrésson frá Aftureldingu, Kári Kristjánsson frá Þrótti, Adolf Daði Birgisson úr Stjörnunni, Sverrir Páll Hjaltesteð úr IBVF, Tobias Karlsson frá Svíþjóð, Viktor Nói Viðarsson frá Belgíu, Aron Jónsson frá Aftureldingu, Kristján Snær Frostason frá HK, Arnór Borg Guðjónsson, Gils Gíslason. Flestir af þessum leikmönnum eru í leikmannahópnum hér í dag. Hellingur farinn hins vegar, Sigurður Bjartur Björn Daniel Böðvar Böðvarsson náttúrulega kominn hérna frá FH til IA. Og Bjarni Guðjón Brynjólfsson, Bragi Karl Bjarkason, Einar Karl Ingarsson og fleiri sem eru farnir frá FH. Skagaliðið eitthvað breytt líka auðvitað. Gísli Eyjólfsson kominn heim, Guðmundur Þórarinsson, Böðvar Böðvarsson, þetta eru 3 risanöfn í íslenskum fótbolta komin hérna upp á Skaga, Rafael Máni, Markus Páll Ellertsson og Hilmar Elís. Síðan erum við með náttúrulega slatti farinn að leikmönnum, Albert Hafsteinsson farinn frá, var ekki samið við hann áfram, Marko Vardits, Hlynur Sævar Jónsson, Guðfinnur Þór Leósson, Jónas Gemmer, Jón Sölvi Símonarson, Ármann Ingi Finnbogason, Arnleifur Hjörleifsson, Ingi Þór Sigurðsson og Árni Salvar Heimisson, allir farnir frá félaginu. En við ætlum að renna yfir byrjunarlið heimamanna hér fyrst. Svona lítur það út í markinu. Númer 1 Árni Marin og Einarsson, númer 3 Jóhannes Val, númer 5 Baldvin Þór Bentsen, númer 8 Guðmundur Þórarinsson, númer 9 Viktor Jónsson, númer 11 Gísli Eyjólfsson, númer 16 Rúnar Már Sigurjónsson fyrirliði, númer 20 Ísak Máni Guðjónsson, númer 21 Böðvar Böðvarsson, númer 25 Markus Páll Egilsson og númer 66 Jón Gísli Eyland Gíslason. Skagalið stillir upp í 4-4-2 hér í dag. Samkvæmt okkar heimildum allavega varamenn eru þessir. Númer 12 Logi Mar Hjaltesteð varamarkvörður, Rafael Máni Þrastarsson einnig á bekknum, Aron Kristinn Sumbergs, Daniel Mikael Gregorsson, Matthías Daði Gunnarsson og Styrmir Gíslason. Og komi Aron eða Styrmir inn á hér í dag, þá það þeirra fyrsti leikur í meistaraflokki. Það verður gaman að sjá hvort að það verður. Efnilegir strákar þar á ferð, fullt af ungum leikmönnum í landsliðsverkefnum núna, þannig að sem að væru mögulega að fá tækifæri hér í dag. En Lárus Orri Sigurðsson er þjálfari Skagamanna. Ef við lítum á F-liðið í markinu, númer 1 samkvæmt okkar. Já, ég set fyrirvara á þessi númerinn og allt það, en nöfnin eru rétt. Jökull Andrésson í markinu, númer 5 Tobias Karlsson, númer 6 Greta Snær Gunnarsson, númer 7 Kjartan Kári Halldórsson, númer 14 Adolf Daði Birgisson, númer 17 Aron Jónsson, númer 22 Ísak Óli Ólafsson, númer 31 Ísak Atli Atlason, númer 32 Gils Gíslason, númer 36 Arngrímur Bjartur Guðmundsson og númer 90 Viktor Nói. Þetta er ekki rétt. Það er Arnór Borg Guðjónsson sem er númer 90. Leiðrétti þetta hér með. Varamenn, það eru Daði Freyr Arnarsson sem er varamarkmaður. Aðrir varamenn Kristján Snær Frostason, Kári Kristjánsson, Allan Púrisevits, Viktor Nói Viðarsson, þar er hann, Benjamin Bæring Þórsson og Róbert Hugi Sævarsson. Og þetta Jóhannes Karl Guðjónsson þjálfari, Árni Guðnason aðstoðarþjálfari og aðstoðarþjálfari í að sjálfsögðu Dín Edvard Martin sem ég glemdi að telja upp hérna áðan. Það verður gaman að sjá. Það verður væntanlega vel mætt hér í höllina á, þetta er flottu leiktími. Engin vandræði með færð innanbæjar hér. Þannig að það má búast við töluverðu magni af fólki hér. En eflaust verða margir sem að horfa á þetta hjá okkur á IA TV og það er gaman að þessu. Við höfum haft það fyrir venju að sýna beint frá þessum síðustu
síðustu æfingarleikjum félagsins fyrir mót undanfarin ár og oft höfðu fengið stórskemmtilega leiki og fjöruga enda eru menn svona eftir langan og strangan vetur farnir að sjá fram á að mótið bara rétt að hefjast og það það sem að menn eru í þessu sporti fyrir það og Íslandsmótið rétt handan við hornið þess að Skagamenn hefja leik gegn Fram á útivelli líkt og í fyrra ef ég man rétt en F-fangar enduðu í efri hlutanum á síðasta tímabili á meðan að Skagamenn voru í mjög vondri stöðu þegar Lárus Orri Sigurðsson núverandi þjálfari tók við liðinu og náði að snúa því við og Skagaliðið endaði á því að halda sæti sínu í deildinni og eru að reyna núna að byggja ofan á það og eflaust markmiðið að fara upp í efri hlutan þar sem að F-fangar voru einmitt á síðasta tímabili þeir hefja hins vegar leik út í Vestmannaeyjum og báðir þessir leikir eru á sunnudaginn 12. apríl en mótið sjálft hefst á risaleik föstudaginn 10. apríl þegar að Víkingur Reykjavík og Breiðablik takast á fyrsti heimaleikur Skagans hins vegar 22. apríl settur á Elkamvöllin ég svona með við hvernig hann lítur út akkurat núna þá má margt breytast ef að það verður en Skagalið auðvitað undan farin sennilega 2 ár hafið leik hér inni í Íslandsmótinu og enda líka Íslandsmótið orðið langt og strangt hefst mjög snemma og þegar að Skagaliðið með eitt af orðið að fáum liðum sem er með skartar grasvelli hérna á aðalvellinum alvöru gras og það bara ekki tilbúið í apríl það verður bara að segjast sjáum að Skagamenn eru komnir hér í hús og dómaratríóið F-fangar að mæta bæði IA og FH byrja á 2 útileikjum mikið að leikjum spilaði úti á gerfungrasi þetta í fyrstu umferðunum Blikar Skaginn byrjar á móti Fram síðan á móti Breiðabliki útivelli eins og ég sagði áðan FH hefur leik á móti IBVF útivelli og síðan fara þeir í Garðabæinn og heimsækja Stjörnuna áður en þeir svo taka á móti Val í 3. umferð ef allt fer að óskum en nú þetta bara rétt að bresta á við förum að gera þetta klárt veka athygli á því að það er búið að draga þetta í mjólkurbikarnum Skagaliðið búið komið með mótherja þar sem að Skaginn mætir Haukum það ekki í 32 liða úrslitum og það mér sönn ánægja að segja að samkvæmt ég ætla bara að lofa því hér með að sá leikur verður í beinni útsendingu á IA-TV sem að bara frábært með sérstöku leyfi þetta frá RÚV sem á sýningaréttina að bikarkeppninni og við erum þakkláttir fyrir það. Við verðum í beinni með sennilega 2 beinar útsendingar á morgun hér úr Akraneshöll verður það verður hérna einhvers konar það er Haukar eða KFR en við erum bent góðfúslega á það er ekki frá gengið en hérna hér allt að verða klárt sýnist að það eru F-fangar sem að hefja leik
en og það búið að flauta þetta á og síðasti æfingaleikur fyrir Íslandsmót kominn af stað. Og þetta F-fangar fá strax hotspinnu hér eftir eitthvað 15 sekúndna leik. Og sýnist að vera Kjartan Kári Halldórsson sem að tekur hana fyrir F-fanga. Sjáum að það mikill pakki þarna inn á marktegnum. Það Everton stíllinn á þessu. Og kemur spyrnan inn á markinu. Baldvin skallar frá. Ísak nær síðan að verða þarna fyrir skotinu frá Ísaki Óla. Sem var mér, nei, það var víst Gils Gíslason sem átti þetta skot sýnist mér. Sem að F-fangar stilla einnig upp í 4-4-2 samkvæmt okkar heimildum og upplýsingum. Kemur boltinn inn á teiginn yfir á fjær. Jón Gísli Eyland gerir vel hérna, kemur þessu fram. Ísak Máni nær ekki til boltans. Viktor hins vegar í miklu kapplaupi hér og vel gert. Jökull Andrésson þurfti að koma út úr teignum. Já, ég held að menn ætluðu að fara að breyta þessari reglu en já, Jón Gísli vildi það allavega, en hér það Guðmundur Þórðarsson sem að setur hann tilbaka. Rúnar færir hann yfir á Baldvin á Árni Marino á Rúnar. Sem að Arnór Borg hérna í fremstu línu F-fanga, svona þeirra allra fremstur. Adolf Daði hins vegar hérna með hann og líka hérna úti vinstra megin. Rúnar út í pressu. Frábær sindi frá hann fyrir Guðmund. Guðmundur á Gísla Eyjólfsson. Gísli ber boltan upp hérna, týnir honum síðan og F-fangar koma á ferðinni. Frábær vörnarvinna hjá Baldvini. Skæinn komið með boltan aftur og tilbaka á Árna Marino. Árni Marino á Rúnar. Skagamenn byggja þetta upp hérna í rólegheitunum. Jón Gísli á Ísak, lætur boltan fara. Viktor Jóns fellur við, ekki dæmt hins vegar. Skaginn bara á boltan hér, nær boltanum aftur. Jón Gísli með blinda skiptingu hérna yfir til vinstri á Jóhannes Wall sem hérna á vinstri vangnum. Böðvar Böðvarsson í vinstri bakvarðarstöðunni. Það forvitnilegt að sjá þetta. Jóhannes Wall hefur mannað vinstri bakvarðarstöðuna undanfarin ár, en vissulega Böðvar Böðvarsson og svo sem Guðmundur Þórðarsson gætu leyst þessi stöðu líka, en Jóhannes Wall framar á vellinu núna heldur en oft áður. Og það fangar boltinn fram á Kjartan síðan finnur Ísak Atli nær fyrir gjöfinni. Baldvin kemur þessu frá í rólegheitunum. Grétar, Viktor vinnur á hann boltan. Viktor reynir að snúa brotið á honum hér eða hvað? Nei, boltinn segir dómarinn. Og fangar enda með þetta. Ísak tilbaka á mitt leikmaður númer 4 sem að við erum ekki með upplýsingar kemur sendingin fyrir og það rangstaða á Arnór. Ég býst við því að
þar sem stendur við. Já, ég er ekki frá því að leikmaður númer 4 sé einfallega Tobias Karlsson sem var samkvæmt okkar upplýsingu númer 5 en göngum þá út frá því þangað til annað kemur í ljós en FH-ingar með innkast hérna upp í horninu. Jón Gísli vinnur hann fyrir Ía. Guðmundur yfir á Jóhannes Val í skotið af varnarmanni. Þeir eru í vandræðum með að koma þessu frá en náði á endanum. Svo þetta boltinn dettur hérna bara fyrir Jón Gísla og við það skapast hætta en gekk ekki alveg. Boltinn út á Rúnar á Jón Gísla, Jón á Ísak reynir fyrir gjöfina af varnarmanni og Ísak síðan tæklar hann út af. Jón Gísli skallar hennan út af. Ísak Atli með Baldur. Nokkuð bolti fram á Viktor sem að vinnu skallan hérna á móti Ísaki. Markus kom boltanum hérna á Jóhannes Val. Jóhannes tilbaka á Baldvin. Rúnar. Það er vel spilað. FH-ingar sprækir hérna í pressunni. Árni Marino sultuslagur finnur hérna Guðmund Þórarinsson sem að skipti síðan út til vinstri á Jóhannes. Nei, þetta er Böðvar og Baldvin síðan tilbaka á Árna. Árni, tæpsending, já ekki bara tæp, slöksending Adolf en vel gert hérna hjá Markusi Páli Egilssyni sem að stoppaði þetta. Árni Marino heppinn hann að Böðvar. Byggilega áhugaverð tilfinning fyrir hann að spila hérna á móti sínum uppeldisfélagi. Guðmundur á Böðvar. Baldvin og Gísli út í pressu. Heppinn hann að Guðmundur finnur Böðvar. Böðvar stoppaður eða hvað? Nei, hann heldur boltanum. Guðmundur. Skemmtilega gert. Gísli Eyjóls. Löng skipting hér yfir á Ísak. Frábær sending. Hárn ákvæm. Markus síðan í fínni pressu. Aftur. Markus vinnur boltan eða hvað? Nei, nærði ekki. Adolf truflaði hann hafða Arnó Borg. Arnó áfram yfir til hægri. Það er Gils með boltan komin inn á teginn. Gils Gíslason kemur boltanum fyrir markið og þetta er fyrsta markið. Fyrsta markið og það er FH-ingar sem að skora það. Það var, skulum sjá það aftur hérna. Sýnist að vera Kjartan Kári sem að þetta er bara hann þarf ekki mikið að hafa fyrir þessu og staðan orðin 1-0 fyrir FH. Þetta mark strax á 9. mínútu. Já. Spilna dæmt hérna fyrir brot á Ísaki Mána. Það er nú skotfæri
Sjáum að Rúnar Már hérna við boltan, Jón Gísli einnig, það Rúnar Már sem að fara að taka sennilega, hann fer í skotið en það vel framhjá. Lét nú lítið út fyrir að þetta yrði fyrirgjöf en ekkert varð úr því. Skamen með lengkast. Og aftur, það gult spjald. Hér sjáum hérna á hvern var það. Mikael fær hérna, fær hérna sóla í Greta Snær Gunnarsson sem að fær fyrsta spjaldi í leiknum. Og þetta var, hann setur þarna fótinn ansi hátt og sennilega í kviðin á Markúsi þarna. En hann staðinn á fætur. Mario Majic kemur hann á fætur aftur. Það var það Jón Gísli sem að setti boltan inn á fjárstöngina og boltinn hrekkur þarna í Viktor Jónsson en á Jökul í markinu. Það var það Arnór. Arnór reynir skiptinguna hérna en finnur ekkert annað en Jón Gísla Eiland. Jón á Guðmund að færa hann aftur. Gísli Eyjóls tilbaka á Rúnar. Böðvar, langur bolti fram og en Jóhannes Val í rangstöðu þegar sendingin fór á stað. Kemur langur bolti upp hægra megin, Böðvar, skallar hann á Jóhannes. Gísli Eyjóls, frábærlega spilað hér. Markús á Jóhannes. Jóhannes séð með hann yfir á fjær, aðeins og framalega Ísak ekki mættur. Ísak nær þessum bolta hins vegar. Tilbaka á Jón Gísla. Jón leggur hann fyrir sig, kemur með hann fyrir. Skalla frá. Guðmundur Þórarinsson með frákastið. Baldvin. Guðmundur á Böðvar. Síðasti æfingarleikur Skagamanna var út á Tenerife gegn KR þar sem að þau gerðu jafntefli. Þetta eru æfingarleikir, bara æfingarleikir. Það vantar náttúrulega stóra pósta í Skagalið eins og staðan akkurat núna. Gísli Laxdal ekki í hópnum hér í dag, Steinar Þorsteinsson ekki með í dag. Þetta Tobias Sandberg heldur ekki með og allt þetta, reyndar auðvitað ennþá að jafna sig eftir alvarleg meiðsli sem hann var fyrir í fyrra og en aðrir leikmenn sem að eru að eiga við meiðsli. Þetta eitthvað smávægilegt. Þá koma Skagamenn. Jóhannes með boltan fyrir markið, reynsa frá af Tobias Karlssoni. Baldvin gerir vel í að vinna þennan bolta. Böðvar finnir ekki Markús þarna. Skagamenn búin að vinna boltan aftur. Guðmundur Þórarinsson kemur honum á Baldvin fanga að vinna boltan. Adolf sendingin í gegn og
Frábærlega klárað hins vegar. Þarna rangstæða var það samt. Kortur liðið. Núna má. Bolti fram á Jón Gísla. Hann í fyrsta að reyna að finna Ísak. Gengur ekki. Krumur Karlsson. Sendi ekki frá honum beint á Jón. Ísak. Fallega snúning hérna. Það er högg á kálvan í leiðinni en Markus brotið á honum. Skamenn þolinmóðir hérna. Guðmundur með góðan snúning hér. Böðvar með pláss hérna út í vinstra megin. Frábærlega gert hjá Böðvari, hann er kominn inn á teginn hér, leggur hann út og Guðmundur Þórarinsson í skotið. Þetta var vel spilað hjá Skaganum og endar með skoti frá Gumma Tóta. Vel gert hjá Böðvari hérna en skotið of hátt frá Guðmundi. Nú byrja fangar. Viktor Jónsson nær að komast nánast hérna inn í og þetta er eins og ekki nógu vel leyst hjá Viktori og Markusi þarna. Við skulum sjá þetta aftur. Þetta var ansi skrautlegt en þarna hefði Viktor kannski þurft hreinlega að bara snúa og reyna að koma sér sjálfur af nær markinu heldur en að reyna sendinguna tilbaka þarna. Það er auðvelt fyrir mig að segja það hér. Árni út á Jón. Gísli sér hlaup hérna á Jóhannesi Val. Ágætlega gert hjá Ísak og Óla. Ísak á Viktor. Aftur Ísak. Óli með boltan frá og Gísli Eyjóns fór hérna helst til hátt með fótinn einmitt líka og er að ná sér í sitt eða í fyrsta gula spjald Skagamanna. Skulum sjáum þetta aftur hérna. Þetta er ansi glanalegt hérna. Frekar harkalegt allt saman. Smá samtal hérna væntanlega við fyrirliðana. Þetta er í annað skipti sem að svona menn fara full harkalega í andstæðinginn og það er náttúrulega það allra síðasta sem menn vilja út úr svona leik er einhver auka meiðsli. Þetta er brotið hérna á Kjartani Kára. Guðmundur Þórarinsson gerir það. Við höfum séð sjóða upp úr í nákvæmlega þessum leik. Áður það er ekkert mörg ár síðan að við sáum rauð spjöld hérna milli Víkings Ólafsvíkur sem var nánast búið að flauta af á tímabili. Rautt spjald hérna í leik gegn Breiðablik hérna út á aðalvelli hérna fyrir nokkrum árum síðan. Þannig að menn eru komnir í keppnisgírinn þó að þetta sé æfingarleikur. Kjartan með skotið í varnarmann. Arnór Borg finnur ekki samherja. Jóhannes á Mikael með Markus fyrirgefiði. Vissi boltan.
engin Gabriel Snær Gunnarsson auðvitað líka, einnig smávægileg meiðsli, ekkert sem að menn hafa einhverja stórar áhyggjur af en eru samt þeim mennum hlíft við að spila þennan leik. Það löng skipting yfir en Aron Jónsson skallar þetta tilbaka á Jökul í markinu. Jökull með langan bolta fram, Arnór Borgner að fleita þessu áfram en Jóhannes sem þarna komið núna aftur fyrir Böðvar mætir núna tilbaka en Rángstad dæmt þarna hins vegar á Markus. Frábært dauðafæri hérna hjá F-fæðingum. Við sjáum þetta aftur hérna eftir smá stund. Sjá hvað okkur skapast hérna svigrúm til þess. Sýnist það. Þetta er vel gert hérna hjá Kjartani og skotið hins vegar máttlaust. Skagamenn sleppa úr hornin, F-fæðingar sprækir hérna þó að Skaginn sé meira með boltan hefur þeim ekki tekist að ógna að neinu ráði. Það er eitt skotamarki þarna frá Guðmundi Þórarinssyni yfir markið. Falleg sending hérna frá Baldvini yfir á Jón Gísla. Jón lítur hann á teginn, enda bara með skottilraun sem það var nú ekki ætlunin held ég hjá Jóni. Við sjáum hérna Baldvin Þór Bernsen hefur allavega sýnt af sér að þessi hægri fótur á honum er ansi magnaður. Hann hérna náði náttúrulega að vinna sér algjörlega fast sæti í liðinu á síðast tímabili. Sendingin í gegn hérna, engin Rángstaða og Árni Marino með fína markvörslu. Þarna var Gils Gíslason í dauðafæri. Þetta er eitthvað pínu áhyggjuefni hérna, held ég hljóta að vera fyrir Lárus Orra og félaga. Viktor í mikilli baráttu hérna, vinnur boltan. Viktor tilbaka á Markus, hann reynir að finna Jóhannes Vall hérna og brýtur síðan af sér. Og ná að sjá aftur hérna engin Rángstaða. Það er í rauninni Rúnar Már sem að spilar hann réttstaðan hérna. En Árni gerir vel í að loka þessu. Og þeir ná að koma þessu frá. Boltin tilbaka á Árna Marino. Baldvin. Og aukaspyrna dæmd hér. Og það er ekkert spjald á loft af þessu sinni. Farið hérna í Markus. Og það er að koma skipting hjá Skagaliðinu. Þetta var vitað. Rúnar Már að fara af velli og það er Rafael Máni Þrastarsson sem kemur inn á í staðinn. Þetta var vitað, þetta þýðir ekki að Rúnar Már sé meiddur, heldur var þetta bara fyrirfram ákveðið, skils mér, að allir Skagamenn getið anda léttar. Við erum ekki að horfa upp á meiddan Rúnar Már, heldur er þetta bara einhver svona mínútu talning sem að menn eru að vinna með. Og hotspyrna, þá verður væntanlega einhver samt svona tilfæringar í liðinu.
kemur hornspyrnan og Jökull grípur þetta mjög þægilega. Það fá ekki að koma hratt. Sendingin í gegn. Ísak eldir og er á undan Arnóri Borg í þetta. Jóhannes Val með skemmtilegan snúning hérna. Nær ekki að finna Samherja eða hvað? Jú. Hver er það sem, það er Böðvar sem að fer niður í hafsendin líklega. Já, hann verður þá hann að vinstri megin í hafsendastöðunni og Baldvin færi sig yfir í hægri hafsendastöðuna. Og Rafael fer yfir á vinstri kantinn. Jóhannes Val kominn þá í vinstri bakvörðinn. Böðvar gerir þetta skemmtilega, reynir sendingun inn á Markús, hann nær ekki að gera sér mat úr þessu. Og Baldvin brýtur af sér hérna, réttilega dæmd aukaspyrna. Fyrir hálfleikur rétt rúmlega hálfnaður. Staðan ennþá 1-0 fyrir FH. Það var Kjartan Kári Halldórsson sem að skoraði fyrsta markið. Sennilega eitt auðvildasta mark sem að hann mun skora á ferlinum. Jón Gísli vinnur þennan. Það er ekki að finna Samherja. Grétar tilbaka á Ísak. Það er á Aron. Eftir á Grétar síðan á Tobias Karlsson. Þessi sending slögg og upp í stúku. Gísli finnur Viktor er ekki að fleita honum áfram þarna. Finnur löng sending fram. Nú reynir á að menn tala saman þarna Árni Marino. Það var smá svona hik á honum og Jóhannes þarna, fannst mér. En Árni kemur svo frá. Þetta var sérstakt innkast. Ekki algengt að sjá vitlaus innkast dæmt í meistaraflokki, en þetta fannst mér nú vera á mjög gráu svæði, en leikurinn flýtur áfram. Guðmundur aftur á Jóhannes Val. Jóhannes reynir að finna Samherja, gerir það, finnur Markús, en Kjartan með boltan fyrir FH. Jón Gísli stoppar hann. Það voru 2 á móti 1 hérna úti hægra megin, sendingun yfir, en Markús Páll nær ekki til boltans. Böðvar með góða varnarvinnu þarna. Markús Páll að spila í rauninni stöðun sem að Gabriel Snær Gunnarsson hefur verið að leysa núna og hefur spilað virkilega vel í vetur og skorað talsvert af mörkum. Gaman að sjá að Gabriel virðist vera að springa út núna, og spurning bara hversu lengi lið eins og IA getur haldið í svona strák sem að ég held að flestir gerir ráð fyrir því að hann endi erlendis, hvort sem að það verður á þessu tímabili eða síðar, en hann virðist vera að þróast algjörlega í rétta átt. Og fangar halda boltanum hérna, en IA vinnur boltan. Ísak brotið á honum, vel gert hjá honum. Tilbaka á Árna. Sendingin inn á miðsvæðið. Markús nær að snúa. Markús út á Ísak. Jón Gísli styður við hann hérna, kemur með boltan inn á teginn og það er skallað í horn.
af Tobias Karlsson og hálftími liðin og Skaginn fær hotspinnu hérna sem að Guðmundur Þórarinsson ætlar að taka sýnist mér. Guðmundur inn á teiginn, skallað upp í loftið af Tobias Karlsson en boltinn endar hérna hjá Jóhannes Val sem að lyftir honum í áttina teignum, skalla frá. Rafael heyrðir hann upp fyrir Ía. Rafael fær hann aftur hérna á Böðvari. Rafael með góðan snúning. Leitar að fyrirgjöfinni, finnur hann nú ekki. Aron verst vel hér. Gísli Eyjólfsson. Guðmundur og Gísla. Jón setja hann tilbaka á Árna Marino. Guðmundur tilbaka á Árna, fær hann aftur. Það er einhver bragur á þessari spilamennsku svona í þessum þröngu svæðum, jafnvel í hárri pressu, að þú ert með menn eins og Guðmund, Gísla Eyjóls inn á miðsvæðinu. Það er einhvern veginn aðeins öðruvísi hvernig þú spilar. Boltinn yfir á fjær, Jón Gísli skallar hann aftur fyrir. Ég greini einhvern mun hann það. Og þá var ég ekki að segja að Skagaliðið í fyrra hafi verið eitthvað slagt í því en það er náttúrulega bara segir sér sjálft að þegar þú færð inn Íslandsmeistara eins og Gísla Eyjóls og færð mann sem hefur verið í atvinnumennsku í áraraðir, Guðmund Þórarinsson og landsliði Íslands, þá hlýtur að taka skref upp á við í gæðum. Það er þó að menn séu, þó að eins og hann sé svona reyndur líka í árafjölda, komin á svona seinni skipin á sínu ferli en þá er þetta alveg klárlega skref upp á við fyrir félag eins og Ísak. Skynsamlega gert hjá honum, setur þetta upp í loft. Þannig að væntanlega að fá Skagamenn að sparka þessu yfir. Þetta var fyrir ofan vítateiginn. Þá er F-fáingum ekki sleppt lausum þar. Og smellir þessu aftur á Jökul í FA-markinu. Jökull, langur bolti fram. Vilkert hjá Baldvini þarna en FA-ingar halda boltanum. Tobias. Vel lesið hjá Jóni Gísla Eyland. Vil nú vekja athygli á því einnig að á IATV á morgun svona, já, maður myndi kalla seinnipartinn eða upp úr hádegi. Það er ekki alveg nákvæm tímasetning, ekki alveg á hreinu, en við ætlum að vera með í beinni útsendingu Akranes meistarann í pílukasti. Útsláttarkeppnina, þetta er hápunktur píluvertíðarinnar innan félags allavega. Margir góðir pílukastarar. Ég hveti ykkur til þess að sjálfsögðu alla áhorfendur í IATV til þess að kíkja á það hjá okkur. Má ekki gleyma því að Skagamenn eru með sinn eigin landsliðsmann þar í pílukastinu, Gunni Hó, og hann er að sjálfsögðu að kasta á morgun. Þannig að það er margt vitlausara en að horfa á það. En við verðum auðvitað nánar síðar og þegar við förum í loftið þá látum við vita á okkar samfélagsmiðlum. Þannig að það er að gera að fylgjast með því. En þá er það F-fáingar sem að spyrna langt fram. Böðvar skallar tilbaka. Arnór Borg í baráttunni.
og boltinn berst alla leið til baka á Árna Marino. Böðvar út á Jóhannes. Jóhannes, Guðmundur Þórhansson með sendingun upp í hotnið. Rafael þar komin inn á tein, fer á hægri fótinn og í skotið, en Jökull verð þetta lítill kraftur í skotinu, en engu að síður Skalið aðeins að minna á sig. Leið 1 og Rafael gerir þetta ágætlega, nema hvað skotið vantaði aflíða. Baldvin Gísla, hann á Jón Gísla. Jón síðan upp í horni á Ísak, en vel lesið hjá Ísaki Atla hana sem á undan Ísaki Mána. Gísli tapar boltanum hana. Arnór reynir sendinguna fram á Gils, en Böðvar nær að leysa úr því. Jóhannes á Guðmund. Baldvin hann á Böðvar og þeir byrja upp á nýtt. Baldvin og Jón. Guðmundur, skemmtilega gert hér. Gísli á Baldvin. Skalið búið að vera töluvert mikið meira með boltan í leiknum, en F-fangar hafa verið beittir fram á við og ógnað þegar þeir hafa unnið boltan. Markus fleitir honum hérna á Ísak í skotið, en Tobias er fyrir og boltinn út af. Jón tilbaka á Baldvin. Fær hann aftur. Guðmundur. Vel gert hér hjá F-fangum. Þetta var ekki eins vel gert hins vegar. Böðvar á Jóhannes. Slöksending frá honum. Fín pressa sem að skapar þessa slæmu sendingu, en Markus brýtur af sér. Réttilega dæmt á þetta. Ísak fyrir FH, finnur Gretar nær að snúa hérna, nálgast teginn yfir á Ísak Atla. Ísak með boltan fyrir markið, en þarna er engin FH-angur til þess að pota honum yfir línuna. Enn og aftur FH-angar að komast í sjáum plássi sem hann hefur hérna. Jón Gísli komið mjög innanlega þarna, en í rauninni Skagamenn bara stálheppnir þarna. Bæði að þessi bolti var ekki fyrir inn á stöngina, en einnig að það var enginn til þess að pota honum inn. Böðvar fram á miðsvæðið, finnur ekki Viktor, þá er það F-fangar. Frábærlega gert þarna hjá Kjartani Kára. Ísak vinnur vel tilbaka og mikil barátta hér og Kjartan hraustlega tæklingu þarna, boltinn tilbaka á Árni langur fram. Ísak nær þessum bolta, en setur hann bara á Jökul. 5 mínútur eftir af
fyrir hálfleik. Það ennþá mark Kjartans sem að skilur liðina. Árni út á Jón. Jón horfir fram á við en fann ekki neina möguleika sem hann leist á. Boltinn yfir á Böðvar. Jóhannes Val. Gils eldir hann og setur boltann út af. Kemur vantarlega langt yngast eða hvað, nei, Jóhannes tilbaka á Böðvar. Böðvar aftur á Jóhannes. Ná ekki fyrirgjöfinu út úr þessu eða hvað, nei, þetta er slök framkvæmt. Þannig að ég vilja fá bara fyrirgjöfinu frá Böðvari. Voru með mennin á teig, Baldvin mættur og fleiri. Ekki dæmt þarna Ísak Máni. Ísak. Hann er að hanga á boltanum hérna, Jón Gísli. Og Guðmundur. Tilbaka á Böðvar. Aftur á Guðmund. Guðmundur sér núna hlaup hérna hjá Markusi. Það er lesið af F-fáingum. Og boltinn aftur fyrir og hotspinna hérna. Skalinn ekki tekist að ógna úr hotspinnunum hingað til í leiknum. Það er Jón Gísli sem að tekur hotspinnuna. Sem að Skagamir byrja úti. Kemur boltinn inn á nærsvæðið, boltinn ber síðan yfir á Markus sem að slæsar hann framhjá. Þetta var sennilega besta færi Skagans hingað til. Sjáum að boltinn fleytist áfram hérna af varnam af F-fáingi. Þetta er dauða færi hjá Markusi Páli Egilssyni en náði ekki að stýra þessu á markið. Og það er að færast svona smá fjör í þennan leik hérna. Böðvar er að truflaði fangana þarna, Jón Gísli. Á Markus, hann tilbaka á Guðmund. Ná Skagamenn að færa sig hérna fram á völlinn til þess að ógna markinu rétt fyrir hálfleik. Það ekki Böðvar, sjáum að Jón Gísli vill fá hann hérna út hægra megin sem hann gerir. Skallar hann síðan hérna fram fyrir Ísak. Gengur ekki, Baldvin endar með þennan. Böðvar. Jóhannes lyftir þessu fram, Rafael eldir og þetta verður dómarakast. Svo kalla, hann lætur boltan falla en Skagamenn fá hann hérna því þetta er ekki inn í vítategnum. Jóhannes Val reynir fyrir gjöðin að þeir koma þessu frá og þá er flautað til leiksloka og staðan er 1-0 í hálfleik hér. Kjartan Kári Halldórsson skoraði markið á 9. mínútu. Við skulum bara rétt rifja það upp hérna áður en að við segjum, förum í pásu hérna í hálfleiknum. F-fangar koma inn upp hægra megin og þarna gleyma menn sér bara að horfa á boltan og þá gerast nákvæmlega svona hlutir og Kjartan var svo eini sem var með á nótunum hérna og
og þar við sittur 1-0, við komum aftur hérna með síðara hálfleikinn, ekki fara langt.
Já, kæru áhorfendur, verið velkomin aftur með okkur hérna í Akraneshöll. Framundan síðari hálfleikur í leik IA og FH sem síðasti æfingarleikur þessara liða fyrir Íslandsmóti sem að hefst hjá þessum liðum 12. apríl. Engar skiptingar sjáanlegar í hálfleik. Staðan 1-0 fyrir FH og það var ein skipting hjá IA í fyrri hálfleik. Það er Rúnar Már Sigurjónsson fór af velli og í stað hans kom Rafael Máni Þrastarsson. Og leikurinn kominn í gang. Skagamenn byrja að sækja Ísak á Jón Gísla. Jón Gísli með hann yfir á fjær. Það er Viktor Jónsson, skallar hann aftur inn á teginn og fangar ná að koma þessu frá. Og alla leið til Böðvars. Skagamenn miklu meira með boltan í fyrri hálfleik en það voru FH-ingar sem ógnuðu meira. Besta færi Skagamanna fékk Markus Páll Egilsson eftir hornspyrnu en boltinn út í teginn hér hjá Jóni Gísla en FH-ingar koma sér frá. Þetta er aðeins svona beittara hjá Skagaliðinu núna. En liðið henni skipað í miðvörunum er Böðvar Böðvarsson og Baldvin Þór Bensen. Jóhannes Val í vinstri bakvörði, Jón Gísli Eyland í hægri kantur Ísak Máni sem við sjáum hér í baráttunni. Vinstri kantur er núna Rafael Máni Þrastarsson, miðri miðunni Guðmundur Þórarinsson og Gísli Eyjólfsson og upp á topp Markus Páll Egilsson og Viktor Jónsson. Árni Marino sjálfsög í markinu. Still upp í 4-4-2 líkt og FH-ingar. Býttu við, hvað er þetta? Var nú ekki algalið. Það var martilraun, sjáum hérna eftir innkast. Ekki slæm tilraun þarna. En lið FH er þannig skipað í markinu Jökull Andrésson. Og aðrir leikmenn eru Tobías Karlsson og Grétar Snær Gunnarsson, Kjartan Kári Halldórsson, Adolf Daði Birgisson, Aron Jónsson, Ísak Óli Ólafsson, Ísak Atli Atlason, Gils Gíslason, Arngrímur Bjartur Guðmundsson og Arnór Borg Guðjónsson. Jú, það hefur verið skipting hjá FH-ingum. Inn á er kominn leikmaður númer 38 og af velli sýnist mér leikmaður númer 36 Arngrímur Bjartur og í hans stað kemur Viktor Nói Viðarsson. Sýnist mér þeir hafa gert þessa breytingu í hálfleik. Ísak fær hér högg og dómarinn ekki meðvitaður það en skallar hérna í nakkan á Viktor Jóns, sýndist mér. Fær hér aðhlynningu á meðan ætlum við kannski að sjá aftur þetta mark. Við sjáum varnarvinnan ekki upp á marka fiska þarna. Spurning hver á þetta svæði, er það Jón eða er það Rúnar? Allavega fara þeir báðir í það að horfa á boltan og Kjartan læðir sér bara þarna og rekur tána í boltan til að setja niður línuna. Eftir góðan undirbúning Gils Gíslasonar. Ísak
fyrir liði F-inga fær hér anlýningu og það virðist vera í lagi. Bíður eftir tækifæri að koma inn á. Skagamenn koma hérna upp vinstra megin, Ísak bíður enn. Langur bolti fram, Jóhannes Val meðan síðan þvert fyrir marki Ísak, skallar hann inn á teginn aftur. Greta Snær hreinsar frá en Gísli Eyjóls reynir að læða honum inn á Jóhannes, gengur ekki. Gísli fær nær boltanum aftur en dæmdur brotlegur hérna og ekki sáttur. En þá bíður Ísak eftir því að koma inn á. Það eins og dómarleiksins hafi gefið honum, hér sjáum við þetta aftur hérna, virðist slá hérna til, ja þú veist svona að reka hendina í andlitið á F-ingnum hana. Það sé alveg rétt að dæma aukaspyrnu. Og Adolf fyrir F-á, komin upp að endamörkum hérna á Kjartan. Kjartan nær að lyfta þessu í 8 markinu en aftur fyrir Skagamenn að lokkaði fangan aðeins framar í pressuna en það er Gísli. Skemmtileg sending frá honum fram á Jóhannes Val. Jóhannes undir pressu þarna frá Gils. Boltinn fyrir markið og það er Markus sem að skorar geggjamark. Markus nær að klára þetta hér með föstu skoti. Þetta var vel gert og markið á 52. mínútu. Sjáum við aftur hérna undirbúninguna að þessu Jóhannes í mikilli baráttu við Gils hérna en síðan frábærlega tímasett hlaup hérna og algjörlega óverjandi fyrir Jökul í markinu og Skagamenn búin að jafna. Fín byrjun á síðari hálfleik hjá heimamönnum hérna. En það er Jóhannes Val hérna með fína stóðsendingu. Kemur langur bolti fram. Baldvin Bensen skallar frá. Kjartan á Adolf og Arnór Borg brotið á honum. Það var ekki sammála eins og oft vill verða. Kjartan og Greta Snær standa við boltan. Þetta er ekkert ósvipað færi og Skagamenn fengu aukaspyrnu í fyrri hálfleik snemma í leiknum. Þegar Rúnar Már reyndi skot en sýnist Kjartan ætla sér að láta vaða. Það er bara bein rist hér í markmannshornið. Fínasta spyrna á Árni Marino þarf að koma þessu frá. Sjáum þetta hér, fast skot, sjálfsagt flögt á boltanum hérna og Árni Marino þarf að slá þennan frá og hotspyrna sem F-fangar eiga taka stutt, 2 á móti 1. Þannig að Skagamenn aðeins að gleyma sig. Kjartan með hann síðan inn að markinu en Árni Marino grípur hann. Boltinn fram á Ísak, vel gert hjá Ísaki Mána. Ísak þarf að stoppa
Tappa boltanum hér, Gils nær honum, en Ísak búinn að minna hann aftur. Ísak skiptir yfir á og hér kemur Rafael með skot. Rafael Máni við það að skora annað mark Skagamanna hérna. Það að lifna yfir þessum leik hérna, Jökull slær þennan í horn. Og þá er það Skagamenn sem að fá hornspyrnu. Jón Gísli lyftir þessu inn á fjársvæðið, F-fangar hreinsa frá, Markús fer í skotið, en þetta er, af einhverjum og aftur fyrir Skagamenn vildu fá hornspyrnu, F-fangar fá markspyrnuna. Algjörlega ómögulegt að segja hvað, þannig að þetta virðist fara bara beint aftur fyrir F-fangar að spila út. Skagamenn vinna boltan, langur fram á Viktor. Það er Skagamenn með innkast. Þetta er mun betri byrjun hérna. Svona beittari byrjun hjá Skagamönnum heldur en fyrir áleikurinn var frekar svona daufur og í rauninni F-liðið vel svona skipulagt varnarlega, eins og þarna maðurinn og setur hennar bara upp í loft. En ég verður að hrósa F-angum fyrir í rauninni varnarvinnu í fyrir áleikinu. Þegar Skagamenn náðu ekki að í rauninni skapa sér eitt eða neitt. En hér er það Viktor sem að væntanlega fær þennan bolta bara frá dómara leiksins. Tobias Guðmundur í mikilli baráttu þarna, F-fangar halda boltanum. Boltinn inn á fjær, Böðvar skalla frá, Rafael framlengir, Aron beint á Jóhannes Val. Jóhannes Val fer þá á sprettinn, Jóhannes á Viktor og Jóhannes heldur laupin áfram. Viktor mishefna sending hjá honum. Boltinn tilbaka á Árna Marino sem að finnur Jón. Baldvin langur og hár fram, beint á Karlsson. Skallar hann hins vegar beint á Markús. Markús nær ekki að komast þarna í gegn. Sendingin inn fyrir á Gils. Gils á móti Böðvari, 1 á móti 1. Böðvar þarf að hörfa, Gils í skotið, en það er Baldvin sem að næra að vera fyrir skotinu. F-fangar ennþá með hann og Kjartan nær ekki komast fram með Jóni Gísla. Jón Gísli gerir þetta vel og hér sjáum við aftur þennan sprett hjá Gils. Baldvin nær að verða fyrir þessu. F-fangar með boltan. Frábær sending hérna inn fyrir, en góð meining. Kjartan nær ekki að taka með sér. Árni á Baldvin. F-fangar er ekkert að einhverju offorsi í pressunni núna. Langur
bolti fram, Rafael skallar hann inn á teiginn, Viktor þar í að elta en Jökull síðan fær hann og reynsar hann frá. Baldvin skallar hann inn svæðið aftur, Gísli fyrstur á boltan en finnur ekki samherja. Heldur Ísak Atli sem að setja boltan upp í loft líklega áður en hann fer af velli. Jón tilbaka, Baldvin, hann byrjar Skagamenn upp á nýtt. Átni á Viktor, Gísli Eyjólfs á Jón. Þetta er vel spilað á Mikael Markus fyrirgefið því. Já. Markus óöpinn þetta. Ísak með langa sendingu yfir, Jón Gísli hins vegar lesi þetta vel og skallar hann tilbaka á Árna. Baldvin. Böðvar. Baldvin með langan bolta upp í hægra hornið. Fínn bolti þarna, Ísak. Hann á Jón Gísli segja með hann inn á fjær en Viktor ekki mættur en hann er mættur hér, kemur hann tilbaka á Jóhannes. Þetta er aukaspyrna væntanlega á Böðvar hér, já. Vel gert þarna hjá eins og Viktor Nóa. F-angar tilbúinir með svona fara að vera tilbúinir með skiptingu. Sýnist mér. Ég fór ranglega með það áðan að Gabriel Snær væri meiddur. Hann er það bara ekki neitt. Það er Ómar hins vegar sem er á við smávægileg meiðslastríða. Gabriel Snær auðvitað í landslýsverkefni sem og styrmir Jóhann Ellertsson og einhverju fleiri. Brynjar Óðinn held ég alveg örugglega, Viktor Gasieski, það eru fleiri mikið af strákum sem eru í landslýsverkefnum akkurat núna með U17, U19, U21. Haukur Andri að sjálfsögðu Haraldsson sem að, var í aðalhlutverki þegar verið var að kynna nýju varatreyjuna ásamt föður sínum. Það er fjólubláu treyjan er komin aftur. Hatti var í síðerma en Haukur í stutterma. Það er nákvæmlega sami litakóði sýnismanni. Áhugavert val þarna 30 ár síðan og mjög skemmtilegar myndir frá því þegar Haraldur Ingólfsson skorar mark þarna í þessari forláta treyju. Af velli kemur leikmaður númer 31 Ísak Atli Atlason og inn á kemur leikmaður númer 40 Róbert Hugi Sævarsson. Fangar komast hérna upp að teignum og vinna hornspyrnu. Og fangar halda áfram að stilla svipað upp, ólíkt því sem að Skagalið gerir. Þetta er svona Þetta hefur mikið orðið vinsælt, þessi uppstilling í hótunum eftir að Everton og Arsenal og fleiri leikgerðu hafa gert garðinn frægan með þessu. Það er hraðið upp hjá Skaganu, þeir eru 4 á móti 3 hérna, sendingin í gegn frá Gísla. Ísak nær ekki að taka hann með sér og F-fangar ná að bæja þessu frá. Þarna var að skapast hætta boltinn frá Gísla Eyjólfs og öðverður. Hér er Rafael. Það er ekki að finna Gísla síðan.
Sjáum að Gils Gíslason lagstur niður hérna. Skagamenn ennþá með boltan. Ísak brotið á honum og þá hlýtur Gils að fá aðhlynningu hér. Virðist hafa orðið fyrir einhverjum vöðvameiðslum hérna á læri framavert, hvort að það hefur verið högg eða hvað. Og þeir eru bara að undirbúa skiptingu. Það Gils sem að fara af velli held ég. Já, hann gerir það og það leikmaður númer 8 sem að kemur inn á Kári Kristjánsson. Gils lagði upp markafanga í fyriráleik en hér aukaspinn á hættulegum stað sem að Skagamenn eiga og það Guðmundur Þórarinsson ég nokkuð vissum sem að fara að taka þessa spinnu þó að Jón Gísli sé þarna með honum. Snýr þetta væntanlega inn að markinu. Svo Markus hérna á hlaupunum inn á fjær og fangan á að koma sér frá. Ísak skallar þetta aftur fyrir hættuleg spinna hjá Guðmundi. Hornspyrna marki FH. Jón setur hann inn á fjársvæði. Jökull kýlir þetta aftur fyrir hinum megin. Það þá Guðmundur sem að fer yfir þangað. Síðari hálfleikur nokkurn veginn hálfnaður. Staðan 1-1. Hressilegu síðari hálfleikur í gangi hérna. Það Guðmundur setur hann inn á svæði. Boltinn dettur í teignum. Böðvar leggur hann út. Jóhannes lyftur hann síðan inn á teginn. Þarna var engin Skagamaður. Það hefði hann sjálfsagt þurft að bara spila honum út til hliðana og reyna bara kannski að halda boltanum aðeins innan liðsins. Kannski að komast í betri stöðu til að koma boltanum aftur inn á teginn. Böðvar. Jóhannes. Tilbaka á Árna. Haldun. Á Jón. Jón og Viktor. Vilka fyrir Jóni Gísla hér. Vel lesi hins vegar hjá Adolf Daða hann að komast inn í sendinguna. Jóhannes setur hann tilbaka á Árna. Baltinn út á Jón, frábær snerting frá honum, finnur Ísak síðan með hann aftur á Jón Gísla, þetta skemmtilega gert en góð varnarvinna þarna hjá Viktori Nóa. Skagamenn búin að vinna boltan aftur, engin aukaspyrna þarna. Viktor leggur hann út á Gísla, Gísli yfir á Rafael en Gísli nær ekki að gera sér matur þessu. Arnór Borg hérna nær ekki að komast í gegnum þennan varnarmál Skagamanna. Guðmundur nær ekki að finna Markus þarna. Þetta vel spilað hjá FH. Blindsending hérna yfir frá varamann Kára Kristjánsinni, finnur Kjartan Kára. Kjartan nálgast teginn. Sendingin frá honum fyrir aftan Greta Snæ. Gísli á Rafael. Rafael síðan með hann hérna inn í svæðið. Jökull út úr teignum. Jökull setur hann út af.
Nú var actually innkast. Jóhannes Val með innkast. Baldur með langan bolta fram. Rafael í baráttunni við Ísak þarna. Ísak hefur betur. Róbert er ekki að finna samherja þarna. Skæði með boltan. Gummi Tóta leggur á stað. Ísak með honum. Tilbaka á Gísla. Baldur síðan á Böðvar. Það finnst svona einhvern veginn eins og Skagaliðið sé aðeins að ná bara tökum á FH-liðinu og FH-liðið sé kannski að byrja að þreytast, ég veit það ekki alveg. Ísak leggur hann út í teginn, nær ekki að finna Rafael. Skaginn hins vegar vinnur boltan enn einu sinni. FH-ingar ná ekki að byggja upp sóknir þessa stundina. Skagamenn alveg að ná að pressa þá niður, halda pressunni. Guðmundur. 20 mínútur eftir. Guðmundur beint á Róbert og þá koma FH-ingar, eru margar hvítar treyjur hérna. Kjartan á ferðinni. Guðmundur nær að vera fyrir þessari fyrirgjöf hérna og Ísak, en FH-ingar vinna boltan aftur. Kjartan fer í skotið hérna bara vel framhjá. Áhugaverð pæling. Böðvar inn á miðsvæðið, FH-ingar vinnan þar, en Skagamenn vinnan aftur. Jóhannes, Viktor tilbaka á Gísla. Guðmundur stjórnar spilinu hann djúpt á miðunni. Jón á Baldvin. Böðvar á Jóhannes. Færaðar hann aftur yfir, hérna er færa FH liðið fram og tilbaka hér. Baldvin séð með langan bolta út á kantinn. Þar sem að Viktor Nói kemur honum út af. Baldvin með geggjaða sendingu hérna yfir á Jóhannes. FH-ingar eru að fá að hlaupa þessar varnarfærslu sínar hérna alveg vilt og galið. Skagaliðið spilar hérna mikið þvert og að gera núna síðustu mínúturnar. Baldvin og Jón fram á Ísak. Ísak nær að halda þessum inná og hér vilja Skagamenn fá vítaspyrnu. Ég veit ekki. Kemst hann framfyrir, sjáum þetta hérna. Já, ég skal ekki segja, þetta hefði verið mjög áhugavert í keppnisleik allavega. Og svo sem leiðir þetta það Markus Páll er að sjálfsögðu Ellertsson. Það útskýrir kannski líka að hluta til þegar ég hef verið að rugla spýtunum við. Hér er Rafael Máni dauðafæris óvænt. Það útskýrir einhverju leyti ruglingin að ég vilja kalla hann Mikael. Hann á þetta bróður sem heitir Mikael og sem er Ellertsson og en það er leiðrétt hér með.
Skagamann enn að ógna. Ísak tilbaka á Árna. Sýnist Matthías vera að gera sig tilbúinn á bekknum hjá IA. Matthías Daði Gunnarsson sem að áhorfendur IA TV ættu að kannast töluvert við frá úr Kára-liðinu. Það er að spila þar undanfarin ár á vensla samningi með Kára og spila virkilega vel þar. Þá koma Skagamenn innan fyrir nefn, korter eftir. Viktor, en þarna var Markus í rangstöðu. Jón Gísli á fullu hérna ennþá. Böðvar lesi þetta virkilega vel, skalla boltan þarna frá og í innkast. Spurning hvernig hann Matthías skipti við. Spurning hvort að það er einhver af eldri fótunum eins og Guðmundur Þórarinsson. Matthías svo sem er meira kannski sóknarþengjandi miðjumaður. F-fáingar einnig að gera tilbúna skiptingu hjá sér, sýnist mér. Jafnvel tvöfalda. Jón Gísli missir þennan bolta út af. Kristján Snær Frostason að gera sér tilbúinn hérna hjá FH sem og sýnist mér Benjamin Bæring Þórsson. Verði að gefa mönnum mínútur í þessum leik hér. Skipting núna hjá Skagamönnum. Hver er það? Það er Ísak sem að fer að velli. Ísak Máni Guðjónsson búinn að fína leik og Matthías kemur í hans stað. Matthías Daði Gunnarsson. En engin skipting hjá FH að þessu sinni. Engin rángstaða hér. Skagamenn vildi fá rángstöðu Adolf þarna en fengu ekki. Baldur brýtur síðan á honum og þá er væntanlega skipting hjá FH. Hverjir eru það sem að koma af velli? Eru þeir að skipta? Nei, þeir eru ekki að skipta. Það býða með það, þangað til eftir þessa aukaspyrnu hér. Boltinn inn á teiginn. Baldvin skalla frá. Ísak ákveður að þiggja hornið. Taka sér tíma í þetta hérna. Kemur hornspyrnan, boltinn siglir í gegnum allt saman. Róbert fyrstur á boltan.
og aukaspyrna dæmd hér á F-fáinga. Viktor sótti þessa, þá væntanlega skiptingar já, það sýnist að vera Ísak sem að fer að velli hérna fyrsta lagi, Ísak Óli Ólafsson og Arnór Borg Guðjónsson og í þeirra stað kemur annars vegar Kristján Snær Frostason og síðan Arnór Borg út af og í hans stað Benjamin Bæring Þórsson og ónotaðir varamenn Skagamanna ennþá Aron Kristinn Sumbergs, Daniel Mikael Gregorsson og Styrmi Gíslason. Spurning hvort að þeir fá tækifæri. Gísli Eyjóls. Guðmundur. 10 mínútur eftir. Guðmundur tilbaka á Böðvar. Sendi kallega á paldunni en Skaginn á yngasteyðing á sér. Bíðum við, hér eitthvað að gerast og þetta enda með marki frá Rafael. Þetta var, já hérna hér, ég vona að menn séu ekki alvarlega meiddir, hérna mikið samstuð Viktors og Jökuls í markinu. En þetta endar hins vegar með því að dæmt mark hér. Viktor bara einfaldlega undan honum í boltan og beitir hagnaðarreglu réttilega og það Rafael sem að skorar fyrir Skagann. Og já, Viktor fann eflaust fyrir þessu og Jökull virðist að hafa gert það líka. Sko það spurningar með hvað hefði gerst ef að Rafael hefði ekki sloppið hann í gegn, því að þarna brot fyrir utan teig af markmanni og í keppnisleik hefði það væntanlega enda með rauðu spjaldi en þar sem að Rafael hirðir upp frákastið þarna og skorar að þá ekkert í þessu eins og maður segir. En Jökull staðinu upp, mögulega fengið högg á höfuðið þarna því að það svona verið að kanna viðbröðin hjá honum. En 2-1 fyrir Skagann. Klaufalegt mark kannski frá sjónarhóli F-fáinga en skapað sjálf klárlega af þessari pressu Viktors á Jökul hérna í markinu og mér sýnist hreinlega að verið sé að skipta Jökli af velli. Jökull Andersson að fara af velli. Markmann skipti hér. Daði Freyr Arnarsson að gera sig tilbúin að koma inn á, sýnist mér.
Já, það leynir sér ekki og Daði Freyr kemur inn á, menn ekkert að taka neina sénsa hér. Og þá náttúrulega kannski má líka, af því ég var nú að telja upp hérna, ég var að telja upp ónotaða varamenn Skagamanna, auðvitað er einnig Logi Mar Hjaltsteð, ónotaður varamaður hjá IA, varamarkmaður. En já, þetta er svona stopp í leikinn, 5 mínútur eftir núna, venjuleg leiktíma, spurning hvort það verður bætt einhverju við. Böðvar skallar þetta fram, Rafael gerir þetta vel, Rafael er að halda boltanum inn á. Markus með honum, fær sendinguna frá Rafael. Hvað gerir Markus hér? Út í teginn og þeir ná að verjast þessu. FH-ingar. En já, Skagamenn nálægt í að bæta við þarna, en FH-ingar ná að verjast þessu. Hvað gera FH-ingar hér? Ná að opna hérna. Kjartan með boltan fyrir markið. Skagamenn ná að verjast, Mattias reynsa frá. FH þessi sending allt og einalega, Árni Marinó kemur út á markinu á undan Benjamin Bæring hérna. Gísli út á Rafael. Rafael búinn að vera sprækur hérna. Kom inn á fyrir Rúnar Má eftir 25 mínútur leika eða svo. Böðvar að finna Viktor gerir þetta ágætlega, en vel gert hins vegar hjá Tobias Karlssoni, Svíanum. Böðvar tilbaka á Jóhannes Val. Jóhannes losar þetta hérna upp í svæðið. Aron tilbaka á Daða, fær hann aftur. Tobias horfir fram á við, vel lesið hjá Baldvini. Jón Gísli finnur Rafael, hann aftur á Jóhannes. Skemmtilega að spila hér. Gísli, Baldvin, Jón Gísli. Þetta er vel lesið hjá FH-ingar að ná að ógna hér, eða hvað frábæri að gert hjá Böðvari Böðvarsinni, sem er búinn að vera hreinlega frábær finnst mér í þessum leik. Ekki slegið feil högg hér, hérna varnarlega Böðvar Böðvarsson, sem að ég er að hugsa að velja mann leiksins úr röðum IA í þessum leik. Sem á þessi hér maður, ekki mikið síri, Baldvin Þór Berntsen. En svona sóknarlega hefur Skagaliðið ekki heitlað mig allt of mikið í dag, ég ætla bara að viðurkenna það. En það er vonandi eftir að koma. Markus tekið niður hérna og bara spurningin hvort að verða viðbótar mínútur. Árni fram á miðsvæði, Viktor
flytur þess áfram, Mattias nær ekki til boltans. Tobias fram á einn. Róbert nær ekki að finna samherja. Aron Gretar aft inn á miðsvæðið og Viktor sendi ekki inn í gegn Kjartan en hann er rangstæður. Og það er skipting klár hjá F-fáingum. Af velli kemur leikmaður númer 14 Adolf Daði Birgisson og í hans stað kemur leikmaður númer 20 sem er væntanlega Aron Daði Svavarsson, ungur maður að árum sem fær að spreyta sig hérna á F-fáingum. Held hann sér 2009 módeli. Skaginn vinnur boltan. Baldvin reynir að læða honum vinna upp í svæðið á Viktor í mikilli baráttu. Viktor með góða pressu hér og dæmdur brotlegur. Það var sennilega fyrra broti, já, dómarinn bendir á það. Sem var eflaust miklu meira brot heldur en þetta síðara atvik. En já, ég minna á það að Skaginn byrjar 12. apríl í bestu deildinni á framvellinum í fyrstu umferð bestu deildarinnar. Í annar umferð mæta Breiðabliki í Kópavogi og í þriðju þá loksins eigum við heimaleik. En hvet auðvitað Skagamenn til þess að mæta, vera duglega að mæta á vellina í sumar og hvetja liðið áfram og dauða færi Viktor Jónsson. Óheppinn þarna. Vel gert enn einu sinni hjá Jóhannesi Val hérna. Mattias sem að leggur hann síðan fyrir Viktor. En aukaspyrna dæmt hér á sá ekki hvort það var Baldvin eða Jóhannes. F-fáingar freista þess að jafna metin hérna í uppbótartíma sem að ég myndi halda að verði kannski 4-5 mínútur með við að svona stoppi sem var hérna við síðara mark IA. Kjartan inn að markinu, Árni Marinov í smá vesenni og hér er bara hvað er að gerast hérna og það er vítaspyrna. Herðu, þetta er ég held að þetta verðskuldi hæga endursýningu. Ég verði að segja það bara eins og er. Þarna er Árni Marinov liggur eftir. Boltinn kemur hérna fyrsta lagi fellur einn skama við. Þarna er F-fáingur sem fer undir Árna Marinov. Kemur síðan skot hér og hendi á Gísla Eyjólfsson klárlega og væntanlega rautt spjald á Gísla Eyjólfsson. Já. Það er bara svoleiðis. Leiðinda endir á þessu þessum leik hér. Og vítaspyrna. Já, þetta er svona pínu antiklímaks. Þarna er ýmislegt sem að hefði mátt dæma öðruvísi en enga síður. Það er Kjartan sem að fer á punktinn fyrir FH. Getur skorað sitt annað mark hér.
Árni Marinó til varnar og Kjartan skorar af miklu öryggi og jafnar metin hér 2-2. Og þá eru 5 mínútur komnir fram yfir hér og leikurinn ennþá í gangi. Frábær pressa hér hjá Benjamin sem að nær skoti síðan. Og sjáum þetta hérna, fínasta pressa. Baldvin hérna sparkar boltanum í hann en skotið framhjá. Og þá flauta til leiksloka. 2-2 jafntefli staðreyndin hér og já, mögulega bara, ég veit ekki, sanngjörn úrslit eða ekki sanngjörn úrslit. Ég er svo sem ekki dómbær á það. Sjáum þá hérna, sjáum Jóhannes Karl fer ekki tómendur heim hérna með sitt lið. Það var Kjartan Kári Halldórsson sem skoraði bæði mörk FH fyrra á 9. mínútu og síðara hér úr vítaspyrnu. Í blálokin hérna í uppbóta tíma. Markus Páll Ellertsson skoraði jöfnunarmark IA á 52. mínútu og Rafael Máni Þrastarsson skoraði síðara mark IA á 82. mínútu. Jafntefli niðurstaðan hér og við skulum kannski bara rétt rifja upp mörkin. Hérna sjáum við fyrst svona frekar ódýrt mark FH-inga en það var síðan vel gert hér hjá Markusi að komast þarna fram fyrir varnarmann, en síðan verður FH-ingum á svona smá mistök undir pressu frá Viktor Jóns og Rafael Máni skorar. Það var síðan dæmd vítaspyrna eftir darraðadans hérna í teiknum sem við sjáum hér. Árni Marinó út úr markinu. Það alltaf, sko, oftast myndi maður sjá dæmda aukaspyrnu á þetta og síðan Gísli Eyjálsson tekur það með hendinni þarna á marklínu og réttilega þar að leiðandi rekinn af velli, vonandi að þetta rauðarspjald í æfingarleik kom ekki til með að há honum hérna í upphafi tímabils, en Kjartan Kári skoraði síðan að sjálfsögðu miklu öryggi úr vítaspyrnunni. En Örn Arnarson heiti ég, þakka kærlega fyrir samfylgdina og þakka Snorra Kristlefsinni fyrir hans framlag hér á myndavélinni og við útbúa grafíkin og annað. Minni á beinar útsendingar okkar á morgun frá pílukasti annars vegar og fitnessmótinu hérna í höllinni hins vegar. Eins IA, Haukar eða KFR í bikar, mjólkurbikar kalla hér eftir nokkrar vikur. Þannig að ekki missa á okkur. Þakkum kærlega fyrir samfylgdina og góða helgi og já, hafið það bara sem allra best.